Hvernig getur þú auðvelda fyrstu kaup á íbúð? Fyrsta skrefið að byrja að safna í séreignarsparnað. Þú leggur til 2–4% af laununum þínum og vinnuveitandi greiðir þá 2% á móti. Þannig að leið ertu í rauninni að fá 2% launahækkun. Upphæðir sem þú hefur safnað þá í séreignarsparnað getur þú síðan nýtt í kaup á fyrstu fasteign. Þú getur líka nýtt séreignarsparnað til að lækka höfuðstól á láni eða til að lækka mánaðarlega afborgun af láninu. Það virkar þannig að þú getur nýtt 500.000 krónur á ári í 10 ár samfellt, en það gerir heilar 5 milljónir á þessum tímabili. Og séreignarsparnað sem þú nýtir í að kaupa fyrstu íbúðina þína, þú greiðir engan skatt af því. Það ekki flókið að byrja. Þú skráðir inn á mínar síður, fyllir út umsókn séreignarsparnað, þar tekur þú fram hver vinnuveitandinn velur þér ávöxtunarleið og við komum upplýsingunum til vinnuveitandans. Það eina sem þú þarft að gera að fylgjast með sparnaðinum vaxa á mínum síðum. Við bjóðum líka upp á hagstæð lán, alltaf 85% fyrir fyrstu kaupendur. Það þá grunnlán sem 70% og svo viðbótarlán sem 15%. Kostirnir við að taka lán hjá okkur að það ekkert uppgreiðslugjald. Það þýðir að þú getur greitt upp lánið hvenær sem þið hentar eða greitt inn á það án kostnaðar. Við bjóðum einnig upp á greiðsluhlé vegna fæðingarorlofs í alltaf 12 mánuði. En við vitum að við verðum fyrir tekjuskerðingu þegar við förum í orlof og þetta svona ein leið fyrir fjölskylduna til að njóta aðeins betur. Þeir sem eru að kaupa fyrstu íbúð þurfa einungis að fá greitt til okkar í 1 mánuð. Það skiptir ekki máli hvort þú greiða í skyldubundna iðgjaldið eða greiða í séreignarsparnað. Þannig að þú getur öðlast lánsrétt leið og þú stofnar séreignarsparnað hjá okkur.